Góðan daginn. Þetta fyrsti fyrirlesturinn í röðum fyrirlestra ályktanir meðaltöl tveggja þýða. Og þessu sinni þá verður þessum pakka skipt upp í 5 hluta og í þessum hluta ætla ég að ræða almennt ályktanir meðaltöl tveggja þýða, verðum svolítið inngang og svo byrja að ræða óháðar mælingar og hvað gerum við þegar við erum með óháðar mælingar. Við byrjum bara. Ályktanir meðaltöl tveggja þýða í 11. kafla í bókinni, þá fórum við að tala ályktanir meðaltal þýðis, en hérna erum við í rauninni að bera saman 2 meðaltöl. Og þannig að við hugsum okkur, við séum með 2 þýði og meðaltal annars þýðisins mjög 1 og meðaltal hins þýðisins mjög 2 og við viljum draga ályktanir þennan mismun á þessum meðaltölum, mjög 1 mínus mjög 2. Og ég ætla að biðja ykkur að athuga vel að það má skipta þessum prófum upp í 2 tegundir í rauninni. Og annars vegar erum við að tala próf fyrir óháðar mælingar og hins vegar próf fyrir paraðar mælingar. Svo það fyrsta í rauninni sem við þurfum að gera að átta okkur á því hvort að við höfum óháðar mælingar eða paraðar. Og svolítið meira það hvernig við förum að því. Jú, skoðum hérna 2 dæmi þar sem í rauninni dæmi óháðar mælingar. Það væri ef við hefðum hæð kvenna og hæð karla og við ætlum að kanna tilgátuna að karlar séu að meðaltali hærri en konur. Hér höfum við 2 meðaltöl sem við ætlum að bera saman, meðalhæð kvenna og meðalhæð karla, og konur og karlar, þetta eru bara óháðir hópar og við höfum tekið 50 mælingar af hæð kvenna og 50 mælingar af hæð karla og þessa mælingar notum við til að kanna þessa tilgátu, en konurnar hérna og karlarnir eru óháðir, svo þetta próf fyrir óháða mælingar. Annað dæmi, við ætlum að bera saman hjartslátt kvenna á aldrinum 41 til 50 ára og kvenna á aldrinum 51 til 60 ára. Og við höfum gert þetta þannig, við höfum tekið 30 konur á þessum aldri hérna, 41 til 50, 30 konur á aldrinum 51 til 60, mælt hjartsláttin þeirra, og við ætlum að nota þessa mælingar til að kanna tilgátuna að munur sé á hjartslætti kvenna í þessum 2 aldurshópum. Þannig aftur erum við með óháða mælingar. Við höfum bara einhverja 30 konur á aldrinum 41 til 50 ára og svo 30 aðrar konur á aldrinum 51 til 60 ára. Svo þessir 2 hópar eru óháðir, þetta eru ekki sömu konurnar. Aftur á móti þessu við dæmi þessu nota á próf fyrir paraða mælingar. Þetta hérna fyrra svona típist dæmi og þetta oftast svona dæmi sem við notum próf fyrir paraðar mælingar. Þá höfum við þyngd 30 karla og við mælum þyngd þeirra áður þeir ganga gegnum strandæfingaprógram. Við mælum þyngdina aftur eftir að prógraminu er lokið og við ætlum að kanna tilgátuna að æfingaprógramið beri árangur. Sjáu þetta fyrir ykkur, við höfum hérna 30 karla og við höfum mælingar á þeim áður en eitthvað gerist og svo aftur eftir einhvers konar inngrip. Og þetta svona típist það sem við töluðum í fyrstu köflunum, paraðar mælingar. Og þarna erum við að para einstaklingana við í rauninni þá sjálfa. Þannig að við höfum einhverja mælingar svona fyrir, svo eitthvað inngrip og mælingar eftir. Og það sem mikilvægt hérna að þetta eru sömu einstaklingarnir sem eru mældir fyrir og eftir eitthvað inngrip. Og það svona algengustu dæmin paraða mælingar. Aftur á móti getum við líka verið með eitthvað svona náttúrulega pörun í gögnunum okkar. Hér höfum við aldur 40 karla og eiginkvenna þeirra skráður til að kanna tilgátuna að hjónaböndum karla og kvenna séu karlarnir að meðaltali eldri en konurnar. Og þið sjáu fyrir ykkur gögnin, þá höfum við öðrum megin einhverja karla og hinum megin einhverja konur, ekki bara einhverja konur, heldur þetta eiginkonur karlana. Þannig að þetta svona náttúruleg pörun í mælingunum. Við höfum eiginmann og svo eiginkonu.
en þetta fyrra dæmi svona það típiska paraða mælingar. Þá höfum við mælingar fyrir og eftir eitthvað inngrip og erum að mæla sama hlutin, og þessi hlutur getur verið manneskja, þetta geta verið borð eða hvað sem einhver hlutur eða manneskja. Svo þetta sem það fyrsta sem við gerum, spyrja okkur hvort mælingarnar séu óháðar, og svo förum við bara eftir þessum skrefum 6 eins og við gerum alltaf, að við ákveðum hvaða tilgátuprófi viðeigandi, hæstu ásættanlegu villilíkur, setjum fram tilgáturnar, reiknum prófstærðina, annarkvort könnum hvort prófstærðin falla á höfnunarsvæði tilgátuprófsins, og þetta getum við alltaf gert. Ef við höfum prófstærð sem fylgir stöðluðu normaldreifingunni, þá getum við líka kannað p-gildi tilgátuprófsins, og svo í lokin drögum við ályktun. Ræðum nú til að byrja með óháðamælingar, og fyrstu hlutarnir í þessari röð fyrirlestra fjalla óháðamælingar. Og öll þessi tilgátupróf prófa, þess að þegar við ræðum óháðamælingar, prófa sömu núlltilgátuna, og hún hvort mismunur meðaltalna tveggja sé jafn einhverju ákveðnu gildi sem við köllum delta. Og núlltilgátuna ritum við alltaf á þessu formi μ1 mínus μ2 jafnt og delta. Það fer svo eftir áttum tilgátuprófsins hvaða ályktanir við drögum, og eins og áður þá getum við annarkvort verið með einhliða próf eða tvíhliða próf. Ef tilgátuprófið tvíhliða fullurum við að mismunur meðaltalana sé frábrugðum delta, en ef það einhliða getum við fullyrt að það sé annarkvort stærra eða minna en delta eftir því sem við á. Og ég ætla aðeins að fá að skoða þessa núlltilgátu með ykkur betur. Skrifum svolítið hér. Ég með einasti, þetta erfitt. Núlltilgátan, hún lítur sem sagt svona út: μ1 mínus μ2 jafnt og delta. Og svo getur sem sagt h1 verið annarkvort μ1 mínus μ2 minna en delta, h1 getur verið μ1 mínus μ2 stærra en delta, og h1 getur verið μ1 mínus μ2 ekki jafnt og delta. Sem sagt eitthvað af þessu, það bara ein í einu. Það sem ég langar að segja ykkur að það oft þannig að þetta delta einfaldlega 0, og þá erum við bara að kanna hvort að μ1 mínus μ2 sé minna en 0, μ1 mínus μ2 sé stærra en 0, eða μ1 mínus μ2 sé alls ekki jafnt og 0. Tökum bara tvíhliða tilviki þar sem við erum með h0, μ1 mínus μ2 jafnt og 0, á móti h1 að μ1 mínus μ2 ekki jafnt og 0. Og þetta má alveg eins skrifa h0 μ1 jafnt og μ2, h1 μ1 ekki jafnt og μ2. Sjáðu, ég hef bara fært þessa yfir. Þannig, og þetta eru svona algengustu í rauninni tilgátuna sem við erum að prófa, einfaldlega hvort að μ1 sé stærri en μ2, μ1 sé minna en μ2, eða einfaldlega μ1 og μ2 eru ekki jöfn, og þá sem sagt delta jafnt og 0. Í sumum tilvikum þá eigum við að kanna tilgátuna og segjum sem svo að μ1 sé 2, í hvaða einingum sem það ef við erum að tala hæð, 2 centimetrum stærri en μ2, þá væri delta 2. Eða ef við erum að skoða þyngd á einhverjum fyrirbærum, að μ1 sé 10 kílóum léttari en μ2, þá myndum við delta vera 10. En við sjáum dæmi þetta alls saman. Förum aftur inn í glærurnar. Við notum eins og í 11. kafla, nú erum við erum með óháðamælingar, og þegar við erum með óháðamælingar þá getum við verið svona í nokkrum tilvikum eins og við sáum í 11. kafla, og þegar við erum að ræða 2 þýði þá þessum aðstæðum skipt upp í 5 tilvik en ekki 4 eins og áður. Og við höfum svona ákvörðunartré, og aftur nú þurfum við að svara 4 spurningum til þess að svona koma okkur niður í gegnum ákvörðunartréð. Svo táknum við meðaltal, dreifni og úrtaksstærð annars þýðisins með μ1, sigma 1 jöður og n1, og hins þýðisins með μ2, sigma 2 jöður og n2.
og munið þessi μ1 og sigma 1 í öðru, þetta eru sem sagt stikar þýðisins sem við væntanlega ekki þekkjum. Ákvörðunartréð fyrir meðaltöl tveggja þýða lítur svona út. Eins og í 11. kafla þá byrjum við á því að svara spurningunni: er þýðið normaldrift? Byrjum sem sagt, skoðum hérna vinstri legginn og svörum þessari spurningum með já. Þá þurfum við að svara spurningunni: þekkjum við dreifni þýðana? Og aftur munið, þetta er dreifni þýðana en ekki úrtakana. Ef við svörum því já, þá erum við tilviki 1 og við framkvæmum setapróf. Ef við svörum nei, þá er hérna auka spurning sem er svona pínleiti skrítin. Að þið takið eftir hérna, við segjum sem sagt að við þekkjum ekki dreifni þýðana, en við eigum að svara spurningunni hvort við getum gert ráð fyrir því að þessi dreifni sem við ekki þekkjum sé jöfn. Og annarkvort svörum við þessu með já eða nei, og þá erum við í rauninni að lenda í tveimur mismunandi tilvikum sem er reynda bæði T-próf, en T-prófin eru svona aðeins öðruvísi. Við sjáum síðar meir, ef ég man rétt í kafla 15, hvernig við könnum þessa tilgátu formlega. Hvort að við getum gert ráð fyrir því að dreifni þýðana sem við ekki þekkjum sé jöfn eða ekki. Þannig að við sjáum seinna meir hvernig við könnum þessa tilgátu. Þá er raunin þess við þyrftum að gera áður en við framkvæmum tilgátuprófið meðaltölin, þá þurfum við að byrja á því að kanna þessa tilgátu dreifnina. Og þegar við höfum fengið eitthvað svar við í rauninni þeirri tilgátu, þá getum við svarað þessari spurningum með já eða nei. En eins og þá sem sagt kunnum við ekki að kanna þessa tilgátu, þannig að við notum einfaldlega þá þumalputtareglu að ef dreifni stærra þýðisins, ef sem sagt dreifni þess þýðis sem er hærri, ef hún er ekki hærri en 4 sinnum hærri heldur en hin dreifnin, þá gerum við ráð fyrir því að dreifnin sé jöfn. Við sjáum þetta hérna aftur rétt á eftir. Ef við skoðum hérna hinlegginn, þá aftur normaldreift þýði nei, eru sigmurnar þekktar, annarkvort já eða nei, og eftir þetta er hérna þýðið en ekki úrtakið. Og svo þurfum við bara að svara spurningunum: eru n-in stór? Og hérna notum við svona þumalputtaregluna að n-in í báðum þýðum verða að vera stærri eða jafnt og 30. Svo n1 og n2 verða að vera stærri eða jafnt og 30. Hérna förum við í sama tilvikið og hérna uppi, tilvik 1 sem er hérna setapróf. Tilvik 5 við sjáum eftir, þá í rauninni getum við ekki beitt þeim aðferðum sem við lærum í þessum fyrirlestri. 2 og 4 hérna og svo aftur 5. En spurningarnar 4, svo fyrsta sem sagt, fylgja þýði normaldreifingu. Hér eins og áður, við höfum rætt þetta áður, þurfum að byggja fyrir reynslu. Við getum líka að skoða dreifingu úrtakana og álykta út frá því, en það getur verið vafasamt ef úrtakið er lítið. Þekkjum við dreifni þýðana, það er sjaldnar svo við þekkjum dreifnina. Í einstaka tilvikum hafa verið gerðir nákvæmar rannsóknir og þá getum við gert ráð fyrir að dreifnin sé þekkt og þá er það bara tekið fram svart á hvítu. Gerum ráð fyrir að við þekkjum dreifnina og þið fáið einhver gildi á henni. Eru úrtökin stór? N1 og N2 stærra en 30, stærra en jafnt og 30 myndi alveg ganga líka. Þetta er þó ekki algilt, en við skulum bara nota þessa þumalputtareglu. Og hér er svo þessi síðasta sem er svona svo flóknasta. Í þeim tilfellum þegar við þekkjum ekki dreifni þýðina, getum við samt gert ráð fyrir að dreifni sé svo sama. Það er svo spurning sem við erum að spyrja okkur. Við sjáum hvernig að kanna þessa tilgátu formuleika seinna, en þangað til notum við þessa þumalputtareglu. Ef dreifni annars úrtaksins er 4 sinnum stærri en hins úrtaksins, er ekki hægt að gera ráð fyrir að dreifnin sé svo sama. Svo þið reiknið dreifni, ef þið fengið dreifnina gefna, þá hafið þið hana. Ef þið fengið staðarfrávik úrtakana gefna, finnið þið dreifnina og kannið hvort að önnur talan sé meira en 4 sinnum stærri en hin talan. Ef svo getum við ekki gert ráð fyrir að dreifnin sé svo sama. Ef hún er minni en 4 sinnum stærri, þá gerum við ráð fyrir því og svörum þessari spurningu hérna með já. Fínt þetta var fyrsti hlutin. Takk fyrir.